Komið þið sæl, ég heiti Tekla og ég læknir. Ég kalla mér þetta lífsstílslækni en ég hef sérstakan áhuga á samspili hegðunar og heilsu og hvernig umhverfi getur mótað hvoru tveggja. Við lifum nú í samfélagi þar sem lífsstílssjúkdómar eins og hjarta- og æðasjúkdómar og offita orðið hið nýja norm og börn eru að glíma við heilsuvandamál sem áður voru bara að finna hjá eldra fólki. En hvort sem markmið að klífa fjöll eða leysa flóknar jöfnur, þá stendur allt og fellur með því sem við köllum efnaskiptaheilsa. En þegar efnaskiptaheilsan góð erum við orkumeiri, okkur líður betur og við erum heilsusvörstari. En hvað eru þá efnaskipti? Efnaskipti vísa helst til þess hvernig líkaminn meðhöndlar og ráðstafar orkunni sem fær, annaðhvort úr matnum eða úr eigin orkubirgðum. Og góð efnaskiptaheilsa þýðir að frumurnar hafa alla þá orku sem þurfa til að sinna sínum verkefnum. Í hverju frumu eru hvatberar, smáar orkustöðvar sem eru í algjöru lykilhlutverki og sjáum að umbreyta orkugjöfunum í ATP sem orkugjaldmiðill líkamans. Og ef við líkjum efnaskiptaheilsu við bílvél, þá jafngilda fleiri hvatberar meiri hestöflum og öflugri vél. En ef við hlúum vel að henni, þá þjónar hún okkur bæði betur og lengur. En það er víst ekki nóg, við þurfum líka góða orku, eldsneyti fyrir hámarksafköst. Og þegar við borðum, þá fáum við orku sem getur enst okkur í nokkra klukkutíma. Og ef við náum ekki að fylla aftur á tankinn, þá förum við að ganga á eigin forða. Sykrur geymum við til dæmis í lifur og vöðvum, en þær reynast okkur vel þegar við þurfum á skjótri orku að halda. Sykurbirgðirnar geta enst okkur alltaf sólarhring, þar að segja ef við förum sparlega með þær. Fitu geymum við helst undir húð og fitan gefur okkur mun jafnari orku og geta fitubörðarnir okkur halda okkur gangandi í margar vikur og jafnvel lengur. En það sem einkennir góð efnaskipti er að þau eru sveigjanleg og þau geta nýtt sér bæði fitu og sykur sem orkugjafa allt eftir þörfum. Þróunarlega séð var fæða lengi af skornum skammti og við þróum með eitthvað sterkar hvatir til að spara orku. En á stuttum tíma hefur umhverfið heldur betur breyst. Gjörinn matur og skyndibiti fyllir nú meira en helming af matarkörfu okkar Íslendinga og eru raun vísindilega þróaðir til að kveiki þessum frumhvötum sem gera hann jafnframt ómótstæðilegan. En okkur var aldrei ætlað að dvelja í þessum orkusparandi ham árum saman. Fræðilega hugtakið sem þú gætir hafa rekist á er insúlíviðnám. Slök efnaskiptaheilsa hefur marga birtingamyndir og er sameiginleg rót nánast allra lífsstílstengdra sjúkdóma þar sem fruman er læst í orkusparandi ham og fær ekki þá orku sem hún þarf fyrir eðlilega starfsemi. En góðu fréttirnar eru þær að það er nánast aldrei of seint að endurheimta orkuna og heilsuna sem henni fylgir.